Menninga- og listaþátturinn Mósaík í umsjá Jónatans Garðarssonar er næstur á dagskrá. Dagskrárgerð annast Jón Egill Bergþórsson og Þiðrik C.H. Emilsson. Þú ert komin í vitrunarsamband við styttuna af Ingólfi Arnarsyni. Ég sé silfurbúna vagna með skriðljósum skrika á bikarsvörtum svellum. Ég sé menn ganga í belggráan og stýra loftfari að upphimni. Ég sé berar nornir vindast súlur. Upprétta honum ágætt var til ódauðlegrar minningar, öfluga styttu innanlands á hverri stæði víta hans. Og þær nýju innréttingar úthöggvast skildu líka þar, að sérhver tegund þar sæist ný sínum hádegisblóma í. Mig dreymdi að ég væri styttan af Jónasi Hallgrímssyni og fyrir framan mig var mikill mannfjöldi sem starði á mig í eftirvæntingu. Stemningin var eins og 17. júní. Svo hnerraði ég og þá urðu mikil fagnaðarlæti, það klöppuðu allir og blístruðu. Ef ég þyrfti að velja mér stað í veröldinni til að standa á í nokkur 100 ár, ætli ég myndi ekki kjósa að standa við suðvestur endan á tjörninni, með bakið í ráðherrabústaðinn með öllu því sem honum fylgir. Ekkert langaði mig að verða ráðherra, en það er hart að maður get ekki ráðið því sem hann langar til án þess að verða ráðherra. Komið sæl og velkomin í Mósaík. Við hófum þáttina því að hlusta á raddir sem bárust frá styttum bæjarins síðustu helgi þegar vetrarhátíð var haldin í Reykjavík. Sigríður Pétursdóttir kvikmyndafræðingur ætlar að mæta til okkur og ræða við mig Nóa Albinóa og norræna kvikmyndahátíð sem stendur fyrir dyrum. Við sláumst í för með Þorvaldi Þorsteinsyni sem ætlar að taka nokkra kunna Íslendingatali. Kristína Stefánsdóttir syngur lag úr söngleiknum Grænjöxlum við undirleik tríós Karls Olgeirssonar og við fáum dansatriði sem samið við tónverk Snorra Sigfúsar Birgissonar. En við bregðum okkur nú í smá ferðalag með Guðju Dögg Hauksdóttur sem ætlar að skoða hús Hæstaréttar og nánasta umhverfi. Reykjavík er ekki ýkjagömul borg. Það eru innan við 100 ár frá litlu sveitaþorpi til stórhýsanna sem raðast upp hér við borgartúnið og víðar í borginni í dag. Byggðin hefur á skömmum tíma þanist út víðan völl og undirlendi borgarinnar er á við mörgum sinnum stærri borgir erlendis. Vegamannvirki og bílar eru því fyrirferðamikil í borgarmyndinni og rými borgarinnar milli húsanna eru oftlega tilviljanakennd og illa skilgreind. Þessi vöxtur byggðar eða gleði við að nema nýtt land hefur skilið elsta hluta bæjarins eftir í nokkurri ringulreið. Hér frá Arnarhóli gefur til dæmis að líta ótrúlega vanrækt svæði norðan Lækjartorgs þar sem leifar ýmissa hugmynda hafa dagað uppi á dapurlegan hátt. En sé litið upp hólinn til austurs stendur fram heilsteypt og falleg þyrping húsa sem gefur sannfærandi vísbendingu þétta borg undir íslenskum formerkjum. Reiturinn við Arnarhól markast af Hverfisgötu sem liggur út úr bænum, Ingólfsstræti sem rennur niður til sjávar og Lindargötu sem stendur beint á Arnarhól en hefur ekki hátt sig. Húsin eru öll sterkir einstaklingar sem hvert frá sínum tíma leggjast á eitt við að miðla sögu og menningu í yfirvegaðri heild borgar. Hið elsta þeirra, Safnahúsið eða Þjóðmenningarhús, er byggt árin 1906–8 eða á fyrstu árum heimastjórnar af Jóhannes Magdal Nielsen og hefur þá sérstöðu að vera síðasta stórbyggingin sem byggð var hérlendis á dönskum höndum. Státinn inngangur byggingarinnar vitnar í byggingarlistasögu Evrópu, miðaldir og klassík, en Þjóðleikhúsið við hlið þess slær á allt aðra strengi þjóðernisrómantíkur. Þar sem fyrsti húsameistari ríkisins, Guðjón Samúelsson, reynir fyrir sér með rými og form séríslenskrar byggingarlistar 1930.
Guðjón á reyndar fleiri hús í þyrpingunni þótt ólík séu. Á milli safnahús og þjóðleikhús glittir í gamla dómhúsið. Það er frá upphafi lýðveldis og stendur fast í einfaldleika sínum en berst lítið á utan dórískar súlur við innganginn sem ljá því ákveðinn alvarleik. Arnarhvoll er aftur ákveðnari þar sem hann dregur upp horn gatnanna tveggja. Gluggarnir standa þétt í lóðréttum takti og inngangurinn er skorinn í massan á bláu horninu þar sem þungar útidyrnar lýsa út úr skotinu með dýru útskurðarmynstri sóttu í formheim víkinga og landnámsmanna. Húsin tvö eru sambyggð eins og hefðin býður í þéttum evrópskum borgum og býður þannig heim frekari uppbyggingu götunar í vel skilgreint rými. 50 meðlimur þessara skemmtilegu samkundu kom svo til sögunar árið 1993 þegar haldin var samkeppni nýja byggingu fyrir Hæstarétt Íslands á lóðarspildunni milli hinna húsanna. Arkitektarnir á Stúdíó Granda hafa teiknað hér afar sérstaka byggingu sem er nánast eins og klæðskerasaumuð í rýmið á milli húsanna. Form og útlit hússins á horninu andspænis Arnarhváli tekur upp taktinn sem sleginn var fyrir Lindagötuna og fullgerir ásýnd Ingólfsstrætis að Arnarhóli. Garðurinn sunnan megin við húsið býður safnahúsinu nauðsynlegt svigrúm og röð trjáa meðfram húsliðinni verja það innliti, jafnframt því að vísa út fyrir lóðina í sjónás yfir á styttuna af Ingólfi Arnarsinni og jafnvel enn lengra út í blámann. Eirgræn kápa hússins heldur þétt utan formið, fer mjúklega götuhornið og sveiflar faldi sínum út yfir grasplötina. Léttleiki málmsins syngur við hvítmálað safnahúsið en þungar undirstöður úr íslensku grágrýti taka upp samræður við dökka steinhúð hinna bygginganna. Við aðalinnganginn rís steinninn þó í slípaðri áferð og kallast á við turna þjóðleikhússins en næst því lækkar byggingin að litlu torgi og þannig er húsið allt í innilegum samræðum við nágranna sína. Inngangur hússins lætur lítið yfir sér og næstum dulbúinn þar sem hann er skorinn inn í steinmassan með öðrum gluggaflötum. Úr þröngu og lokuðu andirinu opnast rýmið og opinberar næsta óvenjulegt ferli upp á næstu hæðir þar sem dómsalirnir eru. Innviðir hússins mótast hér af því andrúmslofti sem litar ferli manns ganga réttvísinnar. Efnisnotkun, birtuinntak og rými leggjast á eitt að ramma inn alvarleika augnabliksins án þess þó að það verði þrúgandi á nokkurn hátt. Dómsalirnir eru formaðir mjúklega og efnin skírskota til togstreitu réttlætis og ranglætis þar sem fínlegt yfirborð og fallegt handbragð mætir grófri eða ómeðhöndlaðri áferð. Í stærri salnum sníður glerlistaverk Leifs Breiðfjörð sér leið meðfram úthlið salarins og í þeim minni stendur ofanljós í loftinu yfir málflutningsmanninum eins og til að minna hann á stöðu sína og ábyrgð. Enn eru það efni og birta sem forma rýmið en á hliðarvegg er verk eftir myndlistakonuna Svövu Björnsdóttur einna líkast hlaust sem fylgist með ferli mála. Ofanljósið er dregið í gegnum keilu sem stendur fram í rýminu fyrir ofan á efstu hæð dómhússins. Í Reykjavík hefur ekki verið hefð fyrir því að þétta manngert umhverfi okkar eða vinna með rýmin á milli húsanna eins vandlega og rýmin innan í þeim. Á reitnum hér við Arnarhól finnst mér hins vegar vera komin vísir að nýrri öld, áskorun fyrir borgina að fara að vaxa inn á við með virðingu fyrir umhverfinu.
Þarna sáum við atriði úr Nóa Albinóa kvikmynd sem var sýnd núna fyrir stuttu í Háskólabíói, frumsýnd þar. Mér fannst það frábæra mynd, en þér fannst það ekki sérstöku eða hvað? Þessi var góður. Þetta var stórkostleg mynd og þetta var bara besta íslenska mynd sem ég hef séð. Og mér finnst svo gaman að því að sjá svona heilsteypta mynd. Það byrjaði með góða hugmynd og hún unnin alveg til loka. Það alveg sama hvað maður tekur, hvort það handritið eða leikurinn eða myndatakan. Það allt vel gert og það eru smáatriði, það metnaður í þessari mynd og hvert atriði hugsað, maður sér það svo vel, úthugsað. Sá sem leikur Nóa, Tómas Le Marquis, hann ber eiginlega myndina uppi. Já, hann gerir það. Það geysilega sterkur leikur og hann verður bara Nói. Maður trúir svo á hann og þessi persóna bara greipist inn í mann. Hann verður Nói og ég held að það verði mjög langt þangað til að maður gleymir honum. Hvað með aðra leikara? Þau eru fín líka. Hjalti þarna alveg frábær til dæmis. Þröstur Leó líka sem pappans. Hjalti Rögnvalds sá sem á bókabúðina og yfirleitt bara mjög góður leikur. Þetta svona þau sterkustu, finnst mér. En það sem að kannski vekur athygli líka hún mjög svona svipuð í litum og það svona sama andrúmsloft í gegnum myndina alla. Hún byrjar á mjög sterku atriði. Já. Og maður svona fær alveg tilfinninguna strax frá upphafi að þetta svona þungur, drungalegur heimur sem að þetta fólk lifir í. Þetta tragikómík. Maður hefur sjaldan hlegið jafn mikið heldur, sko. En það mjög svona sterk stemming í þessari mynd og hún heldur alveg í gegn. Dettur aldrei niður. Og litirnir, til dæmis, þessir bláu litir í útitökunum, það byrja strax í byrjun myndarinnar, í opnunaratriði. Maður fær það á tilfinninguna strax. Og þegar ég horfði á hann í annað skipti, þá skoðaði ég litina ennþá betur og sá þá alla mosagrænu litina og yfir í rauðbrúna inni. Og þetta heldur svo vel, alveg í gegnum allt, flottir litaskalar. Og það þetta í gegnum alla myndina. Það allt svo úthugsað, eins og til dæmis smáatriðin, atriðið með fluguna, tókstu því? Já. Þegar flugan á veggfóðrinu að skríða og hann fer að leika sér við hana sko, og flugan skríður upp handlegginn á honum og ég bara skil ekki alveg hvernig hægt að gera svona flott. Þetta var alveg frábært. Þetta var mjög magnað. Flugan hefur sannlega verið tamin. Sennilega ekki, en þetta var rosalega vel gert. Og myndatakan svona mjög flott út í gegnum allt. Já, myndatakan, það gott að minnast á hana. Já. Þetta danskur kvikmyndatökumaður sem hefur unnið með degi áður. Rasmus Wiedebæk, ég nú ábyggilega ekki að byrja þetta rétt fram, en hann greinilega mjög flinkur. Já. Og þetta líka þetta úthugsa að það eru svo mörg stef í gegnum myndina eins og Havaí-stefið sem birtist bæði í veggfóðrinu, skyrtu pappans, kökunni og í draumnum hans Nóa. Og það eru þarna atriði eins og fyrirboðar. Maður verður nú að vanda sig að segja ekki mikið til að fólk fatta ekki hvað gerist þarna rétt undir lokin. En það eru sterkir fyrirboðar. Það er hrafninn sem krungar þarna meira og meira eftir sem líður á myndina. Það spámaðurinn og það Nói að taka gröfina. Þannig að það svona, maður sér að það hefur verið unnið með hvert einasta atriði alveg í botn. Já. Ég var mjög gladur að sjá það að myndin hún var mjög heilstift á öllu leyti og það sjálfur sér ekkert mikið sem hægt að gagnrýna með hana. Hins vegar þetta náttúrulega ekkert mjög mikil saga. Já, hún náttúrulega byggist mest upp á persónusköpun en það samt sko, hún svo rétt uppröðuð og það kannski það sem alltaf það besta í öllum listum þegar manni finnst eitthvað vera svo sjálfsagt. En hún heldur alveg fullkomlega. Þetta mjög norræn mynd? Já, en hún samt bara alþjóðleg. Það þetta svona mannlega stef í gegnum hann. En norrænir kvikmyndadagar sem að hefjast núna bara eftir örfáa daga? Já, það mikið að gerast í bíó. Það 7. til 10. mars eru norrænir kvikmyndadagar. Við höfum ekki tíma til að taka allt, en það eru myndir frá Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Færeyjum og Finnlandi. Og finnska myndin, það opnunarmynd hátíðarinnar. Hún nýja mynd Aki Kaurismäki sem hefur sópað að sér verðlaunum að undanförnu. Og tilnefnd til Óskarsverðlauna. Og ég ekki hissa á því. Þetta lungin mynd og skemmtileg maður með bros á vör allan tíman. Þó hún sé fjallið eymd að miklu leyti.
En það eiga svolítið mikið sameiginlegt, hún og Nói Albinói, finnst mér. En hún líka alveg frábærlega tekin, algjört listaverk. Se on valvontakamera, mutta se ei toimi. Olet kovin puuhakas nykyisin. Elämänilosi näyttää palanneen. Tunnen itseni voimakkaaksi, koska sinä innoitat minua. Tuo varjo aina auringosta osan piilottaa. Kauneimpiinkin uniin siipineensä liihottaa. Koirajahan vahtiin. Svo önnur mynd sem líka hefur vakið mjög mikla athygli og það Lilja Forever, nýjasta mynd Lukas Moodysson frá Svíþjóð. Og það einhver mesta bíóupplifun sem ég hef lent í haust, það að sjá þá mynd. Ég vissi ekki hvað hún fjallaði, fjallar mannsal og ég grét alla leiðina heim úr bíói. Þannig að það mikið að gerast og margt að sjá. Þannig að það mikla tilfinningar. Já. Þakka fyrir Sigríður. Nú fyrir 2 áratugum samdi Snorri Sigfús Birgisson tónverkið Dans og hingað eru komin þau Sigurður Halldórsson og Lovísa Ósk Gunnarsdóttir. Þau hafa samið dansinn Vision við þetta tónverk og ætla að flytja það á laugardaginn þegar 15.15 tónleikasyrpan hefst að nýju í Borgarleikhúsinu. Þar áhersla lögð á nýja tónlist og 20. aldar tónlist. Við Íslendingar höfum lengi haft á tilfinningunni að í augum annarra þjóða sé Ísland einstakt, hvernig sem á það litið. Sumir útlendingar fullir það meira að segja að það sé eitthvað í þessu landi og, já, í þessari þjóð sem hvergi að finna annar staðar í veröldinni. Þegar aðrir tala Ísland og Íslendinga koma orð eins og ægifegurð, hreinleiki, glæsileiki og snilligáfa iðulega fyrir og þeir spyrja í forundran hvað það sem gerir þetta land jafn stórkostlegt og raun ber vitni? Hingað til hafa menn ekki fengið skýr svör, en orðið að láta sér nægja getgátur einar, enda Íslendingar tregir til að tala sjálfa sig eins og alkunna En okkur fannst kominn tími til að breyta þessu og báðum nokkra velvalda Íslendinga að freista þess að segja útlendingum í eitt skipti fyrir öll
hvað þeir telja það sé sem geri landið þeirra einstakt og í leiðinni að hjálpa okkur hinnum að búa okkur undir að svara spurningunni sígildu. Hvers vegna er Ísland best? Mér finnst fólki hérna fallegt og gott, hlýtt, það umburðarlynt og ég gleymi því aldrei þegar ég var í Kanada í 7 ár, þá fann ég bók og þetta bók Ísland og ég sit þarna í vélinni með tárin í augunum og svo les ég ljóð íslensku eyjuna, þess að The Icelandic Island. Og ljóðið var svona: Sea is fine as a morning in May, mild, divine and clever, as a shining summer day, she'll be mine forever. Já, það fyrsta nú það að mér finnst við búum hérna á toppi veraldarinnar, stutt í allar áttir, austur og vestur, gott hér að vera og geta farið til annar landa, skoða aðri þjóðurlönd. Við eigum nóttlausa voraldarveröld, þar sem bjart allan sólarhringinn. Við hlustum á dirrindi í lóunnar miðjar nætur. Hún vakir eins og þjóðin allan sólarhringinn. Það eru 2 möguleikar. Þú eru annarkvort að vera bestur eða ódýrastur. Ekki rétt. Og við erum örugglega ekki ódýrust. Við skulum alveg gera okkur grein fyrir því. Þannig að við verðum að vera best. Hvað er það sem að greinir okkur helst frá öðrum norrænum þjóðum? Ef ekki þetta hrin og hljómprúða tungumál sem að við höfum ekki bara varðveitt heldur þróað og þroskað. Í náttúrunni finnum við orku. Við finnum mikla orku í grjótinu okkar og mosanum, í fjörunni og hafinu. Og ég held að bara leið að fólk opnar augun og opnar vitin, skilningavitin, að þá getur það fengið allan þann lækningamátt sem það þarf í íslenskri náttúru. Íslendingar elska sitt land. Þeir trúa því að þeir séu ein ríkasta þjóð heimsins. Þeir gera sér grein fyrir því að Ísland á margan hátt demantur heimsins. Hreint haf og auðæfi þess hafa gert þá ríka og ósnortin náttúra þar sem þeir framleiða svo heilnæmar afurðir á smáum bændabílum þar sem fjölskyldan starfar. Þannig að Ísland elskað af fólkinu sem hér býr. Mér leiðast þjóðir sem margt vefst fyrir og margar þjóðir eru þannig og það eru helst þeir sem hafa þurft að vera hlýðnir og haft yfir sér vald sem þeir hafa lotið. Ég held að sé kostur við Íslendinga að þeir hafa aldrei lært að vera launþegar. Þeir eiga sig ansi mikið sjálfir og lög og reglur eru fyrir aðra til að halda einhverju systemi í gangi í heiminum í heild, en það á náttúrulega alls ekki við okkur. Staðsetningin á landinu náttúrulega algjör demantur í nútíma veröld þar sem að mengun að gera út af mörg af þessum stórríkjum. Og speglum okkur í þeirri velgengni að fyrir 100 árum vorum við fátækasta þjóð heimsins. Í dag erum við ein ríkasta þjóð heimsins, eigum kraftmikið fólk sem að dugar vel í business heimsins og trúir því að ráði við alla hluti. Það víðsýni, það eru fjöllin, það náttúran, það náttúrulega árnar og vatnsföllin, gosstöðvar. Einnig trúum við því að við séum bókmenntaþjóð, að við séum snillingar í máli og höfum varðveitt í 1000 ár eitt auðugasta mál heimsins sem þá var talað öll Norðurlönd og þetta mál viljum við varðveita börnum okkar til handa og halda því sem hreinustu. Það hefur áður verið sagt í ljóðrænum hætti að það sé ekkert á þessari jörðu sem íslenska ná ekki að fanga fullkomlega og betur en nokkur önnur tunga í heiminum. Og fólkið, nálægðin við fólkið, nálægðin við fjölskyldunar, stór fjölskyldan sem einstök að mínu mati hérna hjá okkur. Hvernig við höldum saman og þekkjum okkar ættir
langt eftir tíma þekkjum við uppbyrjun okkar eiginlega. Þetta er óskaplega mikið traust í þessu, traustvekjandi. Við trúum því líka að við séum einn fallegasta þjóð heimsins, allavega að konurnar okkar séu gyðjur sem að vekja athygli hvar sem þær fara. Ég held að Íslendingar séu miklu skemmtilegra fólk heldur en við kannski áttum okkur á sjálf. Íslendingar almennt betur að sér, svona almennt í öllum viðræðum. Það er þetta að ræða á Íslendinga í heitu pottunum og út á götu við nánast hvað sem er. Og svo eru þeir skræmi skemmtilegir. Og því ekki að gera út af það sem við höfum án þess að leika náttúrunni einelti. Af hverju ekki frekar að reyna að vinna úr því sem við eigum, sem er okkar dýrmætasti auður, sem er þessi vitsmuna, þessi viska í þjóðinni. Þetta er mjög vitur þjóð. Það var snemma árs 1977 sem sett var á laggirnar leiksmiðja á vegum Þjóðleikhússins. Rithöfundurinn Pétur Gunnarsson tók að sér að semja leikriti Grænjaxla í samvinnu við hóp ungra leikara, spilverk þjóðanna og leikstjórann Stefán Baldursson. Þegar verkið var fullmótað var það frumsýnt 23. september 1977 í Breiðholtsskóla. Síðan ferðaðist leikhópurinn með sýningun á milli framhaldsskóla landsins og sett hann upp hvar og hvenar sem þess var óskað. Grænjaxlar fjalla uppvöxt einstaklings frá leikskólaaldri til fullorðinsára með sterkri skírskotun til unglingsárana. Þetta er gamansöm ádela á þjóðfélagið og stofnanir þess, þar sem tekið er á gelgjuskeiðinu, kynslóðabilinu, kynþroskunum og ýmsu öðru sem ungmenni þurfa að uppgöta að eigin raun á þessu mótunarskeiði ævinnar. Í verkinu fylgst með því hvernig ungmennið breytist úr barni í fullorðinn einstakling sem þarf að axla eigin byrðar og taka þátt í lífsgæðakapphlaupinu á eigin forsendum. Verkið er samansett úr laustengdum atriðum, söngum og tónlist sem fléttast saman í eina heild. Það er Kristína Stefánsdóttir sem syngur ásamt tríói Karls Olgeirssonar lagið Húsin mjakast upp eftir spilverk þjóðanna úr leikverkinu Grænjaxlar. Grös, heimsum ból, nótt sem nýtan dag, eilíft strit, dægur þras. Líf mitt greift í malbik og steift í bensín á bílinn eitt. Hann vinnur öll kvöld fyrir hádegi ég of þreytt til að sofa hjá. Greift í malbik og steift í bensín á bílinn eitt. Hann vinnur öll kvöld fyrir hádegi
þreytt til að sofa.